Haraldur Sigurðsson heiti ég og framkvæmdastjóri frístundamiðstöðinni Kringlumýri og ég hérna komin til þess að segja ykkur frá betri bústöðum. Heilsueflandi forvarnaverkefni sem við fórum á stað með. Við sem störfum hjá Reykjavíkurborg að við erum að vinna eftir vissum stefnum, forvarnastefnu Reykjavíkurborgar, menntastefnu Reykjavíkurborgar og heilsueflandi samfélag. Allar stofnanir Reykjavíkurborgar þær eru að vinna eftir þessum stefnum og þessar stefnur þær tengjast þessu heilsueflandi verkefni sem við fórum í. Verkefnið ber nafnið Betri bústaðir og langar svolítið aðeins að segja frá fyrstu skrefunum að þar mjög gott samstarf milli allra í bústaðahverfinu og það sem við byrjuðum á að gera var það að við kölluðum saman þessa aðila úr frístundastarfinu, Kringlumýri frístundamiðstöðinni, félagsmiðstöðinni Bústaðir og frístundaheimilinu Neðstrand og Sólborgar og Réttarholtsskóla, Breiðagerðisskóla og Fossvogsskóla og þjónustumiðstöð Laugardals Hálendis og Bústaðir, þeir eru náttúrulega mjög sterkir þarna inn í þessu forvarnaverkefni. Víkingur, íþróttafélagið og Garðbúar og svo náttúrulega foreldrafélög skólana. Þetta var hópur sem kom saman og við ákvaðum strax í byrjun að nota eitthvað punkt til þess að ganga út frá. Og við notuðum rannsókn og greiningur niðurstöðuna frá þeim, fórum svolítið vel yfir þær ásamt skólapúlsi sem er gerður í skólanum sem að gefa svolítið vísbendingar hvernig börnunum líður og fleira. Það sem að kom úr þessu var það að þetta eru 3 punktar sem við tókum eftir að búin að skoða öll gögn, að meðaltal unglinga sem sofa 6 klukkustundir eða minna er hærra í bústaðahverfi heldur en Reykjavík í heild og neysla orkudrykkja er mun meiri í bústaðahverfinu í Reykjavík í heild og að hærra hlutfall unglinga eru að nota rafsígarettur í þessu hverfi. Þarna vorum við komið strax með eitthvað guidelines eða punta sem við ætluðum að vinna út frá og ná einhverju niðurstöðum að bæta þessa hluti. Við fórum strax til það að skoða samstarfsaðila og hverju getum við aðstoða okkur við þessi verkefni og sóttum styrki hér og þar. En það sem var stærstu samstarfsaðilarnir okkar voru landlæknisembættið sem að greip strax tækifæri í því að nýta þetta verkefni því að vera tilraunaverkefni svefn og barna og unglinga. Þetta er verkefni sem landlæknisembættið er búið að búa til og við fengum þann heiður að vera tilraunarverkefni. HR kom inn sem rannsakandi og tengiliður við sérfræðinga og forvörnum svefnanda og barna og unglinga. Ástæðan því að þær voru svo heppin að hafa mjög sterkur aðili frá foreldrafélagi Réttarholtsskóla sem að tengdist inn í þetta allt saman og gat stutt okkur þar, þannig að náðu þessari tengingu. En ég ætla að fara bara beint yfir tímaramman að þetta er svona stórt verkefni. Í maí byrjuðum við á því að félagsmiðstöðin Bústaðir kallaði saman rýnihópa til þess að skoða með 10 til 12 ára og 13 til 16 ára hópum hvernig þau teldu heppilegast að nálgast þetta verkefni, þannig að við fengum bara beint frá þeim sjálfum hvernig þau myndi vilja sjá þetta gerast og það notuðum við svo í þegar við byggum til svo beinagrindin að verkefninu sem að stóði yfir í heila vetur. Í september 2019 þá byrjuðum við til þess að búa til 0 punkt að þá var lögð fyrir foreldrarna í skólanum 3 svefn, orkudrykkja og rafsígarettu neyslu könnun í rauninu það sem foreldrarna svöruðu fyrir börnin þeirra í rauninu veru. Og í framhaldinu af því að þá var landlæknisembættið fór inn í alla skólana með fræðslu svefnverkefnið og skólarnir vinna með verkefnið í öllum bekkjunum og voru að gera það í rauninu veru alveg fram í nóvember. Frístundastarfið fær fræðslu frá landlæknisembættinu líka svefnverkefnið og fórum þá á stað líka þar með að þróa leiðir út frá frístundastarfinu í gegnum leiki og hópastarf og náttúrulega líka bara í umræðinni. Það var alltaf mjög mikilvægt eins og í félagsmiðstöðunum að taka svolítið umræðina með krökkunum og við vorum öll samt að tala alltaf það sama í raun og veru, hvort sem það er grunnskóli eða og þarna strax í byrjun fóru unglingar til Réttarholtsskóla að hanna logo fyrir verkefnið sem heppnaðist mjög vel og fengu þarna fagmann með þeim í lið ásamt kennurum í skólanum og sáu kannski logoið strax í byrjun á fyrstu glærunni. En svo í september til október þá voru frístundaheimilin og félagsmiðstöðvarnar á fullu í að keyra inn þessar pælingar allar með hópastarfinu og leikjum og þessar nálgun. Víkingar og Garðbúarnir fóru líka stað á þessum tíma bara með mismiklum áherslum og öðruvísi áherslum þess að svo Víkingur fór frekar á stað með að fjalla hvað svefn og orkudrykkja neysla og allt þetta hvað áhrif þetta hefur á þig sem íþróttamann og það var að skila mjög miklu. Svo í nóvember þá héldu grunnskólarnir nemendaþing þar sem þarf að fara yfir þessa þætti alla
og mér langar svolítið að fara svona hratt yfir að 1. til 7. bekkur þar voru svona krakkarnir svolítið með þetta á tæru, kom svolítið í ljós og við spurðum sko hvers vegna þurfum allir að sofa, hvað ráð myndum við gefa öðrum sem eiga erfitt með að sofa og hvað ráð myndum við gefa öðrum. Já, það stendur alltaf sama hérna, en þetta semst að þessi meira eiga erfitt með að sofa, en þarna kom svolítið í ljós, þið getið lesið þetta bara yfir, það sko þau voru svolítið með þetta á tæru, sem segir okkur það að allt það sem við vorum að leggja inn, það var svolítið að skila sér sámar á þessu nemendaþingi. Svo 8. og 10. bekkur, þetta var í rauninni það sama, að þau voru þarna með svolítið svona, við fengum svolítið staðfestingu þarna, allir þessi umræða, öll þessi vinna sem fór á stað, allstaðar á öllum vettvangunni, að þau voru eiginlega svolítið með sko svörin. En það sem að kom í gegn allstaðar held ég var það að síminn og orkudrykkirnir voru svolítið sterkur þáttur þarna inni sem að svona truflar svefn og fleira, þannig að það var mjög áhugavert. Og sama með rafsígarettunar, að þau töluðu það, menn þetta allstaðar, en núna tala ég sem sagt nokkur mánuðum seinna og þá eru rafrettunar á leiðin út og nikótínpúðarnir á leiðin inn, þannig að þetta gerist mjög fljótt hjá úlingum og hjá okkur í dag. Sama orkudrykkina, að þau voru eiginlega með þetta alltaf tæru og langaði svolítið að og voru svona með lausnirnar í raun og veru sem var svolítið svona áhugavert. Herðu, svo liði jólin og við fórum í febrúar, þá heldum við foreldraþing sem var hluti af þessu líka allir saman, að ná saman þessum hópum og þar notum við til dæmis niðurstöður úr nemendaþinginu, við fengum utanaðkomandi aðila og við byggum stutt vídeo sem þið getið kannski, ef þið fáið glærið þá getið þið ítt á þannig hnapparna. En þetta var í raun og veru svona fljótt og lítið hvað var gert. Við fengum Alma Möller, hún setti þingi fyrir okkur sem stuðningsaðili frá landlæknisembættinu. Svo fengum við sérfræðinga eins og Ernu Sif til þess að fjalla svefnin, Dr. Álfgeir til þess að tala rafsígaretturnar. Aron Óla fengum við líka til þess að spjalla hann var bjó í hverfinu og spjallaði svolítið hverfið, en svo það sem skipti svolítið miklu máli var það að hópavinnan, foreldrarnir fóru svo í hópavinnu og fóru að spjalla sín á milli allar þessar pælingar. Og getið séð í raunum verið það að sko í foreldraþinginu þá komumst við svolítið að því, við lögðum fyrir foreldrarnir spurningar og við komumst að því að þau sko eftir þetta kvöld að þá þau voru alveg að taka við skilaboðunum. Og hér sjáum við það bara að hvernig viljum við sem samfélag takast á við þetta áskoranir, það með fræðslu, vera fyrirmynd, eigum að ræða við aðra foreldur með reglur og viðmið, þannig að þetta snerist svolítið samstarf. Hver aðal áskorunin við að fá barn til þess að sofa á kvöldin, að þau voru komið þarna fram með fullt af þáttum og tóku svolítið eftir og fóru svolítið að tala það sem að kom fram þarna kvöldið, en virtist vera svolítið þetta að það eru tölvuleikir og það eru orkudrykkir og það eru símarnir. Þannig að þau voru í raun og veru kannski svolítið sammála börnunum og úlingunum. Svolítið áhugavert að sjá það að það var alveg svona rauður þráður í gegnum þetta allt saman. Og svona það sem að þau höfðu lært kvöldið í raun og veru, það er mjög skemmtilegt, það svona tásugeisp og það er krakkarnar að nudda tærnar á krökkunum, að það þrælu virkar víst og þannig að margir foreldrar ætluðu að taka það með sér heim og svo einmitt með þetta sko að í raun og veru fá þessar upplýsingar að eins og með veipið, hvað þetta í raun og veru hættulegt og allt það og koffínið, hvað þetta að gera fyrir krakkana. Þeir eru, sko það ekkert skrítið að þau sofi lítið, þeir eru búin að drekka mikið orkudrykkjum. Þetta situr svo fast í þeim. En svo þarna erum við svolítið að nálgast restina og við vorum með alls konar hugmyndir í gangi, en það út á dollu að þá datt svolítið út þarna í restina. Er það sem við ætluðum okkur að gera, það var til dæmis eins og að búa til stuttmynd úlinga sem að svona í raun og veru að fá úlingana með okkur í því að sko gera þetta veip uncool, af því að úlingar, hann ætlaði rannsóknum sína það að úlingar ekkert rosalega góður að hugsa allans fram í tíman eða svona plana fram í tíman og finnst þetta svona bara hér og nú pælingin, en að nálgast þetta það að gera hlutina svona uncool eins og maður segir, að það hefur kannski meiri áhrif á það hvort þessi að fara að nota veip til dæmis og fleira. Þetta verkefni í raun og veru fjall svolítið sjálft sig þegar COVID fór á stað.
Við erum semst ennþá með það, við ætlum að fara á stað núna fyrir viku síðan eða svo, en það fór alltaf stað aftur, þannig að við erum svona pínu svolítið á hold með þetta, en langar kannski að skoða þetta líka út frá nikótínpúðum, af því nú það eiginlega það nýjasta í þessu öllu saman. Einnig var planið einhvern veginn að súmmera upp í raun og veru hvað við værum búin að vera að gera, og ætlum að halda vorhátíð, það sem allir kæmu fram, sérst skólarnir, frístundastarfið, þjónustumiðstöðin, Víkingur og Garðbúarnir, ásamt öllum foreldrunum, og það eiginlega það sem að okkur langaði svolítið einhvern veginn að ná þessu saman í einhvern endapunkt þar sem við værum svona að gera upp svolítið verkefnið. Þetta tókst heldur ekki, og pluss það að við ætlum líka að senda út, ég bara viðurkenna það, ég veit ekki alveg hvort það náðist að senda líka könnun svo í lokin. En það sem var áhvert við könnuna sem var gerð í byrjun var það að við bárum niðurstöðurnar sem foreldrarnir gáfu upp strax í byrjun við rannsókn á greinikönnunina, og það sem kom í ljós var mjög áhugavert að svörin frá foreldrunum voru mjög ólík því sem að börnin svöruðu sjálf, eða þess að úrleikarnir svöruðu sjálfur í rannsókn á greinikönnunni. Og það kom í ljós að foreldrarnir vanmátu í raun og veru bæði svefnin, orkudrykkjanotkun, neyslu og rafsígaretturnar. Þannig að tölurnar voru ekki að passa í raun og veru. Að úrleikarnir svöruðu bara eins og þetta var, en það virtist vera að foreldrarnir voru ekki alveg eins meðvitaðir þannig að það voru minni tölur sem kom út frá foreldrakönnunni, sem er bara mjög áhugavert, sem okkur langar að vinna með meira, en við eigum svo eftir að sjá hvernig þetta COVID kemur til með að hafa áhrif á okkur. En það sem að við það sem að ég held að það sem að svona lærdómurinn út úr þessu verkefni er svolítið sá að það er hægt að gera ýmislegt, og það sem að kannski skiptir máli í þessu er samstarf allra. Foreldrar samstarf er lykillinn að í raun og veru öllu ef við ætlum að ná einhverju niðurstöðu. Í raun, það sem við vorum að reyna að gera í bústaðahverfinu var það að í raun og veru taka íslenska módel sem við þekkið, það sem við náðum að minnka unglingadrykkju til muna fyrir 25 árum síðan, en við útfærðum þetta svolítið út frá einu hverfi, og að því að markmiðið var svolítið að ná öllum saman, öllum sem að vinna með börnum og unglingum, öllum þeim sem að foreldrunum sérstaklega, að því að við vitum það að ef við náum foreldrunum með okkur í svona vinnu, þá skilar það mun betri niðurstöðum. Og það var eiginlega svona útgangspunkturinn okkar var það að þetta módel í raun og veru sem er búið að sýna og sanna að sé að virka, að það er í raun og veru svona eiginlega lykillinn að svo mörgu. Þess vegna voru svona pínu fúl yfir því að við erum ekki alveg búin að klára verkefnið að mínu mati, af því að það voru hlutir sem að náðust ekki að klárast. En það sem okkur langar svolítið að gera er að kynna niðurstöður enn frekar fyrir þeim sem búa í hverfinu og foreldrunum og börnunum og unglingunum, til þess að í raun og veru svolítið svona undirstrika það sem við vorum að vinna með, og að bera saman svo kannanir sem var gerði hjá rannsókn og greiningu í byrjun næsta árs, að erum við að sjá eitthvað mun á milli ára. Það gefur okkur einhverja vísbendingar, en það kemur svo í ljós í raun og veru þegar við náum að gera þetta verkefni betur upp, þegar við náum svona betri samtali við foreldrana, að svona hvaða punktar við erum að fara að draga úr þessu. Okkur langar svolítið að yfir að færa þetta verkefni yfir á þessu Laugardalinn hjá okkur, að fá niðurstöður, nýjar niðurstöður núna, svona COVID-niðurstöður frá rannsókn og greiningu. Okkur langar sem að skoða það að sjá hvort við getum gert svona sambærilegt verkefni fyrir Laugardalinn. En niðurstaðan er svo að við erum ánægð með þetta, okkur langar alltaf að klára þetta, en niðurstaðan er samt svo að við getum gert ótrúlega margt ef við stillum saman strengi. Ég held það sé niðurstaðan. Meira var það ekki frá mér, og bara takk hérlega fyrir mig.